Ja, Viðar, hvað skóp þennan sigur í dag? Já, bara varnarleikur og þegar við fórum að ná að stoppa og hlaupa á þá. Þannig að við vorum svolítið flatir og hægir í fyrirháleik og mér varst bara svona fórum niður á þeirra level. Við erum betri þetta lið og þetta er svona kannski bara sama sagan og í gegnum mótið, en nú var þetta þannig að við byrjuðum svolítið að ströggla og enduðum sterkt. Við erum búin að vera svolítið upp og niður. Hvernig, ef þú tekur mótið saman svona í nokkrum setningum? Já, ég held að þeir sem búin að sýna að við getum spilað við öll liðin hérna, en við höfum verið vandamálum að setja saman heila leiki og erum búin að vera svolítið andi af veikir á móti þegar það kemur mótlæti, og það er klárlega eitthvað sem þar hefði þurft að vera sterkari. En já, ég meina, að súmera mótið upp, ég rætti það í klefanum hérna áðan, mótið hefur verið ákveðin vonbrigði fyrir okkur, en aftur á mótið þá verðum við að taka lærdóminn úr því, þannig að þetta eru ungir menn og við getum allir lært mikið af þessu móti og vonandi vinnum við allir rétt úr því. Var eitthvað sem kom ykkur á óvart í þessu móti? Nei, það veit ég ekki. Ég held að kannski mest hvað við áttum erfitt með að vinna úr þessum svona veiklingu sem við bara sýnt svona mest allt sumar. Það er þessi andlegi styrkur og hvað við erum fljótir að brotna, en ég held að það er svo mikið annað sem kemur óvart. Hvernig sérðu framtíðina hjá þessum drengjum? Eru margir sem eiga glæsta framtíð í körfuknattleik? Já, alveg klárlega. Ég meina það er fullt af strákum þarna, en ég meina menn þurfa að vera duglegir að æfa og bæta sín leik á næstu árum, vegna þess að þetta eru ungi menn aðeins 18 ára gamlir og ég meina það er enginn kominn á eitthvað high level akkurat núna, en tækifærin eru þeirra og að nýta sér þau.